Sælverði og vera velkomin í Flugusmiðjuna. Í þetta skiptið þá ætlum við að nýta Herdísina nema með aðeins öðruvísi löppum en í vídeóinu sem ég nýtti hana síðast. Við erum að nota Semperfli 8.0 svartan Classic Waxed og við erum að nota Arex sem sé Traditional Nymph nr. 12 í 561 númeri, þannig að hún sem sé agnhaldslaus. Við byrjum á þessu bara með að henda þræðinum hérna á og eins og þið vitið eflaust að þá er þessi fluga eftir Jón Sigurðsson heitinn, vin minn, og við erum að nota sem sé Dr. Slick hérna skæri og önnur verkfæri eru frá Dr. Slick en þau fáið þið hjá honum Svenna í flugusport, ekki veiði neitt. Flugusport á Selfossi, þið byrgir ykkur upp á því. Búkurinn á þessari flugu, aftari hlutin á búknum er sem sé bara Aurorugall 310 sem er svart á litinn og við tökum það látum duga 2 þætti í þennan hluta af búknum og við bindum það hérna niður sem sé svona, þannig þetta fram á krók af því hún áttur að þykkna aðeins við vængfylki þessi fluga á að þykkna þar og þetta er tiltölulega stór Herdís en það eru fáar flugur betri bleikju þessi fluga myndi ég segja, hún er alveg á level við langskegg ef ekki veðnæri stundum. Það er oft þegar hann tekur ekkert, þá er Herdísin lykillinn af því að fá hann til þess að taka. Og við vefjum tvinnanum cirka hingað, miðjan rúmlega rétt fram fyrir miðjan búk. Hvað er ég að gera? Við ætlum að hafa kopar á þessu líka að sjálfsögðu. Við erum að nota Semperfli koparvír. Þetta er 0,3. Ég myndi nú nota 0,1. Og búin að klippa hérna niður tilbúin vír fyrir okkur. Hann er hér. Og ég var að glugga í þetta sem ég skrifaði niður eftir Jón daginn. Sem kíkti oft í kaffidélan sem var bara skrifa niður, hreinlega taka niður punkta sko. Svo mikið sem hann hafði að segja og slíkt, nema búkurinn á Herdísinni á að vera, sem hann sagði, það er svartur búkur og 67 vafningar af kopar. Og hér kemur búkurinn. Og þetta er bleikjufluga, ekki það að urriðin tekur þetta alveg líka en þetta er umfram allt frekar bleikjufluga heldur en hitt. Hingað, festum þetta með tvinnanlega og flugan er kennd við Herdísi leikkonu, ég man nú ekki hvað stóttur hún var eða er. Og hún átti sumarbústað uppi Elliðavatn en Jón var mikið þar í veiði. Svo kemur vírinn og við sögðum hvað, 6 til 7, það er það 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, solid, gjörsamlega solid. Og þetta er Elliðavatnsfluga upphaflega sem sé hún er hönnuð og fær sína frumraun í Elliðavatni og veiðir vel og gerir það enn. Ég notaði þessa flugu mikið í Hraunsfjörðinn og svo Sauðlauksdalsvatni náttúrulega og svo annars staðar bara það sem bleikjan er stundum treg. Við ætlum að setja niður þá bara einn þátt af Aurorugallni núna í frambúkinn
vegna þess að hann á að vera aðeins þykkari heldur en náttúrbúkurinn. Við ætlum að hafa lappir á henni þessari og vera með straggulappir. Þannig að við byrjum að því að byggja búkinn hérna upp, svona. Og svo kemur svo sem tvinni alveg yfir þetta á eftir. Við sjáum að hann þykknar hérna aðeins fram. Svona. Þarf ekki að vera tapir eða neitt, bara að hann sé aðeins þykkari. Klippum þetta í burtu og þá tvennt sem við erum að gera eftir. Það er annars vegar þessi klassíski klippti vængstubbur sem við notum og við notum í þetta svona grábrúnan fasana. Svona. Og takið eftir því og ég bind niður mjórri endan á hjörunum. Það er bara tilfærslulegri en við gerum það ekki strax út af því að við eigum eftir að henda löppunum á hana. Lappirnar á Herdísina hann var alltaf með fjöður í þetta. Hanafjöður. Þetta er krókur númer 12. Og hann var með alveg örstuttar litlar hanafjærir og það var oft meiri háttar vesen að bara finna svona litlar fjærir sem að dugðu eitthvað, að viti. Þannig að við hoppum inn í nútíman og notum struggle legs frá Semperflies í svörtu eða brúnu, virka bæði. Svartar, þannig að hann var alltaf með svarta fjöður í þetta Jón. Klippum það hérna til svona. Og bindum niður. Þá þurfum við að fá tvinnan hérna aftur. Festum þetta hérna niður svona. Lappirnar. Við erum að forma vængilki bara með tvinnanum eins og við sjáum. Svo vefjum við lappunum 1-2 hringi. Það þarf ekki mikið að löppum á þessa flugu. 1, 2 yfirdrifið. Við viljum nefnilega ekki vera ofdressana. Festum þetta hérna. 1-2 hringi eingöngu. Og svo við ættum að fara með greiðuna á þetta. En nú klippum við lappirnar í burtu. Það er að segja það sem er eftir af þessum hérna þeim hluta. Og svo þurfum við að greiða þær svona niður á við. Það er að standa helst aftur. Skiptir kannski ekki alveg öllu máli en allavega að venja þetta hérna aftur á bak. Það er alltaf leið að fara með þráðinn hérna yfir, styrkja þær svona. Eða svona. Þá er hún komið með ansi myndarlega lappir. Og það er hægt að klippa ofan af hérna ef það er einhverjar lappir sem eru ofan á að verða fyrir vængstubnum. Svona. Þá kemur vængstubburinn sem er hérna. Hann nýtti þetta á sínum tíma mikið úr skógarönd. Ég á hann ekki til en þetta er nógu líkt á litinn. Það er að segja grábrúnfasani. Hann þarf að vera klipptur hérna alveg þráðbeinn svo þetta verður nú allt til friðs. Svona. Og þetta er mjög vanmetin fluga. Alveg bara, þetta er eina betri silungaflugum sem hafa verið hannaðar á Íslandi og hún er ekki notuð, allavega að mér finnst ekki í samræmi við hversu rosalega veiðin hún er. En svo tökum við sem sé vænginn og við erum að skilja eftir bara vængstubb sem er svona. Ekki mikið lengra en þetta. Og á minni ef við erum að hýta hana 14 eða 16 þá var vængstubburinn bara rétt smá punktur. En við ætlum að klára þetta hérna, svo er hausinn klár. Með tvinnan hérna aftur á. Svo er bara hausnútur á þetta og lakk.
Og á Herdísina þá má alveg lakka yfir vænginn. Ég ætla ekki að gera það í þessu vídeói, en hann seldi mér nú stundum Herdísi, þá var vængurinn lakkaður og lappirnar héngu neðan af. Og láta var hann að lakka búkinn líka, þannig að þetta endist sko. Það var mjög mikið fyrir það, Jón heitinn, blessaður sé minning hans, 10 ár í ár síðan hann féll frá, blessaður, kallinn. Það var mjög mikið fyrir það að lakka búk, lakka undir búk, fá endingu í fluguna, vera ekki, eins og hann sagði, að pirraðan fátt meira en flugur sem endist illa. Þá berum við á þetta hérna, þá fá fallega umferð á hausinn. Ég nú bara að nota í þetta skipti bara venjulegt venjart lakk, sem sellósa lakk sem að fæst í öllum betri og öllum flugbúðum held ég, og flugrindingabúðum. En Herdís, sem sé struggle leg Herdís, er þá klár með þessum hérna skiptum út fjaður löppunum og tökum hérna gerfi í staðinn sem er miklu sterkar og endingabetra. En ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið. Þið vitið hvað ég er að gera og setja like á vídeóið og allt þetta, deila því og svo styrkja rásina. En við sjáumst hress og kátt í næsta vídeói. Takk fyrir.